Jæja, velkomin í þennan mjaðmaopnunar og hryggvindu tíma í dag. Við ætlum að hefja þennan tíma eins og alltaf í sitjandi stöðu og aðalatriðið er auðvitað þér líði vel. Hryggurinn sé uppréttur, axlir slakar en fæturnir, fótstaðan má vera hvernig sem er. Andaðu djúpt að og frá, lokaðu augum. Og aftur djúpt að og frá nokkrum sinnum og leyfðu þér að fá hugan til að lenda á dýnunni. Taktu meðvitaða ákvörðun að leggja til hliðar öll verkefni dagsins í dag. Þú ætlar að skilja þetta allt eftir fyrir utan dýnuna. Getur ímyndað þér að dýnan þín sé heilagt svæði bara fyrir þig og þína iðkun. Finn tími fyrir þig. Og skaltu renna huganum yfir allan líkamann og skoða betur hvernig þér líður. Finndu vel fyrir öllum svæðum líkamanns og sérstaklega þeim sem eru eitthvað að kvarta, eitthvað að kalla á athygli. Skoðaðu hvort að athyglin sem að líkaminn er að kalla og hvort það sé í formi verkja, eða er hiti, eða kuldi, eða seyðingur, hvað er það sem þú finnur? Og taktu þannig stöðuna á öllum líkamannum, alveg frá ökklum, upp í gegnum hné, inn í mjaðmagrind, upp eftir öllu bakinu, inn í axlir, niður í handleggi og út í fingur. Taktu stöðuna á hálsinum, höfðinu, andlitinu sérstaklega. Og ef þú vilt, getur þú notað eitthvað af þessum upplýsingum til að velja þér ásetning fyrir tíman. Ef þú finnur það mikil spenna í líkamannum, þá gæti ásetningurinn verið mildi eða mýkt. Að reyna að ýta undir þá eiginleika frekar í þessum tíma. En ef þið finnst vera of mikil ládeyða, að þá gæti ásetningurinn þinn í dag verið kraftur, styrkur, fara alla leið í hverri stöðu. Að þú stýrir álaginu alveg. Og svo þegar við erum komið með ásetningin okkar, skulum við hefja Ujjayi öndun. Og hún er þannig að við búum til hljóð hérna í hálsinum og ef að þú kannast ekki við þessu öndun, ætla ég að rifja hana þessu upp. Ímyndaðu þér og haldir á litlum spegli inn í lófanum og þú ætlar að setja móði á speilin. Þannig að þú andar að inn nef og út munn inn í lófan. Gerðu þetta nokkrum sinnum og reyndu bara að hafa augun lokuð inn nef, út munn. Og ef þú finnur fyrir hitanum lenda á lófanu þínum, þá er líka mjög líklegt að þú sért að búa til hljóðið í hálsinum og þá skaltu einbeita þér að því. Og það sem að gerist sjálfkrafa og algjörlega samstundis er að öndunin dýpkar og það hægist á henni og það hægist svona á öllum líkamannum og athyglin færist ennþá betur inn í stað og stund. Haltu áfram að gera Ujjayi öndun og næstu innöndun hallaðu höfðinu varlega aftur og fráöndun haka í 8 bringu. Innöndun lengja háls, halla varlega aftur og fráöndun haka í 8 bringu. Einu sinni enn, upp og niður. Og reyndu að hreyfa bara höfuðið, ekki búk eða axlir. Leyfðu núna andlitinu að vísa fram, fráöndun, leyfðu eyranu að nálgast öxlina öðrum megin og svo inn í miðju og næstu fráöndun hinum megin. Gerðu 2 í viðbót á hvora hlið og ekki þrýsta eða þröngva höfðinu inn í stöðuna, bara leyfa höfðinu að síga eins langt og það kemst. Taktu eftir því hvar það kemur tog hjá þér í hálsin. Slakaðu líka á tungunni. Snúðu svo upp á hálsin, horfðu aftur fyrir eins langt og þú kemst. Ekki snúa upp á búkinn. Skiptum hlið. Og snúðu aftur og snúa
Og einu sinni enn í hvora átt. Svo ætlum við búa til svona akkeri hérna með höndunum. Við ætlum að þrýsta á svæðið fyrir neðan viðbennin og toga þau bara létt niður. Lokaðu munninum og teiknaðu regnboga frá öxlinni hérna megin yfir á öxlinni hinum megin. Svona. Og aftur tilbaka. Og fyndi hvernig togið kemur niður í framanverðan háls og alveg niður í bringu. Og reyndu að stækka hringinn í hvert sinn sem þú ferð. Og hérna myndast mikil spenna hjá öllum sem eru að horfa of mikið niður á símann sinn. Við ætlum að gera eina ferð yfir og tilbaka. Og stoppum. Settu lófana á hné, gerðu létta kryppu og fettu í hvora átt 3 sinnum. Haltu áfram í útjaöndunina þína og leyfðu hreyfingunum algjörlega að endast út andardráttinn. Inn í miðju núna, andaðu að og svo fráöndun snýrðu upp á þig, innöndun skipta, útöndun hin hliðin. Einu sinni enn í hvora átt. Komdu svo yfir á 4 fætur. Lófar undir öxlum, hné undir mjöðmum, fráöndun kryppa, innöndun fetta. Leyfðu hreyfinguna ná alveg upp í háls og alveg niður í rófubein. Og núna þegar við stoppum í fettunni, ætlum við að gera þar hreyfingar til hægri og vinstri. Líka í fettunni, fyndu muninn. Hreyfðu þig á þínum hraða þannig að þú losir spennu í þínum líkama. Settu svo tærnar innundir og glentu fingur vel, þrýstu mjöðmum aftur á bak þannig að þú fá góða opnun og iljar og svo þrýstu mjöðmunum fram þannig að axlirnar leita aðeins fram fyrir lófa. Leyfðu þér að síga eða fara á milli nokkrum sinnum og svo bætum við hringhreyfingu hér. Þannig að við viljum fá góða stóra hreyfingu á liðamótin og í báðar áttir. Og gerðu hreyfinguna þannig að hún losi sem best spennu hjá þér. Þarf ekki að vera nákvæmlega eins og hreyfingin hjá mér, en komdu svo upp í hundinn. Byrjaðu að labba á staðnum, ýttu hælunum niður til skiptis. Það sem ég sé stundum hjá fólki sem að fara inn í hundinn í fyrsta sinn, að það læsir hnjánum og einhvern veginn með bungu á bakinu. Og það sem við ætlum að gera að beygja hnén og reyna að rétta betur úr bakinu. Það allt í lagi þó að hælarnir snert ekki gólfið. Við ætlum að stíga þeim niður til skiptis. Dinglaðu höfðinu. Haltu áfram að glenna fingur og ýttu vel í dýnuna eins og sérst að ýta gólfinu frá þér. Það býr til slökun í hálsinum. Mjög gott. Niður á hnén, inn í hvolpateygina. Og nú skulum við ganga báða lófana saman út fyrir dýnuna öðru megin. Þrýstu mjöðminni vel í gagnstæða átt. Andvarpaðu. Og svo skiptum við hlið. Getur jafnvel bætt við svona hreyfingum á búk, upp niður. Til þess að fá ennþá meiri opnun í síðuna eiginlega alveg frá handlegg og niður í mjöðm. Inn í miðju, upp á 4 fætur, höldum sterkri stöðu hérna. Hugsaðu alltaf að þú sérst að ýta gólfinu frá þér. Ég vil ekki að þið sé að sökkva niður hérna á milli herðablaðana. Nú hreyfum við bara hægri fót. Mér finnst betra að hafa tærnar í. Ég ætla að lyfta hérna hnénu aftur og baka upp í 90 gráður. Ég reyna að halda hnénu í sömu hæð og meðan ég færi hnéðin út til hliðar
og svo í 8 olnboga. Og ég ætla að gera 2 svona hringi viðbót, beint upp, aftur á bak, út til hliðar og í olnboga. Aftur á bak, út til hliðar, olnbogi, stoppum hér, förum í hina áttina, hliðar, aftur, olnbogi, hliðar, aftur, olnbogi og einu sinni enn hliðar, aftur, olnbogi, niður. Ég ætla að snúa við, getur verið smá munur á milli hliða. Alltaf að ýta gólfinu frá þannig að þú sért með sterka stöðu í efri búk, tærnar í. Ok, beint upp aftur og bak, ýta gólfinu frá, út til hliðar, olnbogi, aftur, hlið, olnbogi, aftur, hlið, olnbogi, tilbaka, hlið, aftur, olnbogi, hlið, aftur, olnbogi, hlið, aftur, olnbogi og niður. Aðeins inn í hvolpategið, jafnvel inn í barnið til að slaka á höndum. Mjög gott hérna að anda að og frá. Glæsilegt, þetta líka getur verið góð tímapunktur fyrir smá vatnssopa. Þá allir búin að fá sér vatnssopa og við ætlum að halda áfram. Við byrjum á 4 fótum, komum upp í hundinn, lyftum hérna hægri og stígum vel fram. Nú ætlum við að rugga hérna, fá aftarinn hér aftar ef það kemst, kíkja aðeins fram, þrýsta mjöðminni fram eins vel og við getum. Þannig að mjöðminni er að þrýstast niður og fram. Bætum aðeins við, þrýstum hérna létt á hnéð, þannig að innri hlutin af ylinni minni lyftist hérna aðeins frá. Ég er bara teikna lítinn hring, en ég reyni að missa mjöðminni ekki mikið aftur á bak. Ég vil ekki lenda í þessari stöðu. Ég vil halda henni svona hérna, dálítið vel fyrir framan aftar á hnéð. Ok, báðar hendur í, þrýsti mjöðminni aftur á bak og áfram. Reyndu að fara langt í hvoru stöðu fyrir sig, alveg bara ýkt í báðar áttir. Einu sinni enn hérna, svo stoppum við hér. Tegðu þá hendina hérna hátt upp, fáðu góðan snúning og mátt dúa tvisvar og svo líka hérna tvisvar niður. Og upp dúa og niður dúa, þrisvar í viðbót í hvora átt. Og mér finnst ágætt að nota öndunum þannig að ég sé að blása frá þegar ég dúa. Það kemur svona stutt útöndun en líka stutt innöndun. Ok, þá lyftum við aftarinn hérna frá. Og dúum mjöðminni upp og niður. Svo dúum mjöðminni aftur og bak og áfram. Ef þú vilt hlífa úr ljónum, getur þú komið svona upp á hnúana þína. Ok, stoppum. Nú göngum við lófana undir okkur og leyfum mjöðminni að síga varlega niður. Þannig að ég sest svona svolítið á fótinn og held mér í dýnuna á meðan ég færi mig á milli. Og hér er alveg fullkomlega eðlilegt að við þurfum svona aðeins að lyfta mjöðminni á milli, en markmið okkar er að halda henni eins niðarlega og við getum. Færum okkur á milli. Reynum að rétta aðeins úr okkur þegar við komum út í enda. Hér. Ok. Og næst þegar við beygjum hægri fótinn, sem er fóturinn sem við vorum að vinna með, snúum við hérna fram. Og núna ætlum við að reyna að síga niður á framhandleggina. Og það er ekkert víst inn á að síga svona vel niður, förum bara eins langt og líka með leyfir og hreyfum þar fram og aftur. Svo hér ætlum við líka að setja lófan á hné, fá smá snúning á okkur, þannig ég ýti í olnbogann hérna og teygi svo hægri hendina hérna hátt upp. Fæ svo olnbogann niður í átt að dýnu og aftur upp. Reyndu eins og þú getur að halda stóru tánni á hægri fæti í gólfinu allan tíman. Markmið er að ná 5 hérna. Ok, svo ætlum við einu sinni enn að ganga inn undir okkur hérna
og lækka okkur niður á olnbogana hérna. Færum okkur á milli hliða og lækkum okkur í átt á olnbogunum, kannski náum við alveg niður. Einu sinni enn hvor hlið. Og snúum okkur fram, stígum tilbaka inn í hundinn. Hérna skulum við labba á staðnum, kinka kolli, slaka vel á hálsi og herðum. Ýttu lófunum vel í dýnuna eins og þrýsta dýnunum frá þér allan tíman. Ok, hin hliðin. Hin hliðin. Lyfta vinstri, stíga fram, aftar hnéð í. Og við byrjum hérna á að þrýsta mjöðmunni niður og fram. Þrýsta létt á hnéð. Búa jafnvel til lítinn hring, svona hringhreyfingu. Og svo það aftur á bak og áfram. Reynum að skekkja mjaðmirnar eins lítið af hérna og við getum. Ok, svo snúningurinn, hátt upp, dúa. Og markmið okkar hér að opna faðminn 180 gráður. Þannig að efri lófinn sé beint fyrir ofan, neðri lófan. Reyndu að halda fremri stóri tánni vel í dýnunni allan tíman. Einu svona enn upp, upp, niður, niður. Lyftu svo aftar hérna frá. Og við færum okkur aftur hérna á milli eins og áðan. Ef þú treystir þér, losar jafnvel hendur og færir þig hérna á milli. Þú finnur kannski að hreyfingin orðin aðeins þægilegri. Einu sinni enn, aftur á bak. Og næsti og beygir yfir á vinstri fót, koma hendurnar í, þú snýrð þér hérna fram. Og næst varða báðar hendur fyrir innan. Og aftara hnéð ekki í gólfi og við hreyfum upp og niður og við hreyfum fram aftur. Það alveg eðlilegt að braki einhvers staðar í okkur. Nú reynum við að lækka okkur niður á olnbogana. Getur verið munur á milli hliða, við skulum aðeins hreyfa okkur hérna. Áfram alltaf að ýta gólfinu frá þér með hendinni sem í gólfi. Stóra táinu vel í, hérna á fremri fæti. Það snúningur upp og niður. Þrýstu vel út í aftari hælinn. Og það alveg ábyggilega munur á milli hliða. Finnum það svo vel þegar við erum svona að gera á aðra hliðina einu. Og nú göngum við lófuna aftur inn undir okkur og við sígum niður og reynum að fá olnbogana eins nálægt dýnunni og við getum. Kannski nærðu að færa á milli án þess að nota hendur og svo niður á olnbogana. Einu sinni enn og þá göngum við hendurnar fram, snúum upp á okkur, stígum tilbaka inn í hundinn. Aðeins að frelsa fæturnar úr þessari æfingu og niður á hnén. Mjög gott að drekka. Mjaðma opnunartími. Og núna áður en við höldum lengra, þá ætlum við að liðka aðeins axlir. Þú getur setið svona, þú getur líka verið upp á hnjánum eða þið finnst óþægilegt að setja svona eins og ég að gera. En fáum handleggina út til hliðana. Og lengdu þá. Ímyndaðu að standi hérna fólk sikkur megin við dýnuna hérna sem svona toga í fingurna. Og meðan snúa upp á handleggina og niður. Þannig að það upp og niður til skiptis. Alveg eins ýkt og þú getur á meðan þú lengir handleggina. Einmitt. Svo sikkur áttin og núna horfur á eftir hendinni lófanum sem að vísa upp. Skiptum hlið. Og skipta. Og skipta. Og skipta. Og skipta. Og einu sinni enn hvoru megin. Skipta. Og skipta.
aðeins að hrista úr sér þessa. Setjum við handabökin á mjóbakið og mér finnst mjög gott að grípa svona í þumal. Hérna, bara til að hafa eitthvað tak. Svo ýtir olnbogunum aftur á bak og öxlunum líka ef þú getur og ættir að finna góða opnun hérna. Kristu saman og slaka svo ekki vera að reyna að ýta fram, heldur bara þrýsta aftur og svo slaka. 3, stefnum á 10. 4, passa að þetta ekki of mikla fettu hérna. Þannig að við viljum alls ekki sitja svona, ég vil sitja svona. Krista aftur á bak. 4 viðbót, 1, 2, 3 og 4 og slaka. Ok, þá ætlum við að fara inn í standandi æfingarnar okkar, fara inn í flæðið. Ég er með svona reglu að ég á mjög auðvelt með að gleyma hvori hliðin ég byrja á, að ég byrja alltaf að stíga fram með hægri. Þannig þess vegna ætla ég að snúa mig svona hérna í þessari. Þannig að við ætlum að koma upp, en áður en við gerum það og stillum við okkur af hérna. Lófar beint undir mjöðmum. Nei, lófar beint undir öxlum, hnén beint undir mjöðmum. Ýttu gólfinu frá þér, þannig að þú strax komið virkni hérna í efra bak og ekki sökkva niður í mjóbaki, heldur rúllaði rófubunna aðeins inn undir. Ok, tærnar inn undir, við öndum að hérna. Öndum frá, förum upp í stöðu hundsins. Öndum að, hægri fótur kemur hátt upp. Öndum frá, stígum fram á milli lófana, settu aftari hælinn í. Findu góðan stöðuleika áður nú fer lengra. Núna er hnéð komið í þessu stöðu sem það verður í restina næstu því af standandi æfingunum. Byrjaðu að hreyfa vinstri hendina fram og svo upp og aftur og bak og hægri höndin eltir. Og nú ertu komin inn í stríðsmann 2. Slökum á öxlum með því að snúa hérna upp og niður. Svo leyfirðu hægri lófunum að vísa upp. Teygðu hægri hendina aðeins fram og svo hátt upp. Aftari lófun kemur hérna aftar að hnéð, slakar axlir, höldum 3, 2, reynda að komast lengra, 1 og svo velturu olnbogunum fram á hné. Sama fótstaða, vinstri hendinu upp eða yfir eyrað. Passaðu bara að sökkva ekki ofan í öxlina hérna, þú vilt alltaf vera að ýta frá þér. Og ef að jafnvægið er gott og mjöðmin er mjúk, getur þú leyft fingurgómunum að koma í dýnunni hérna alveg niður. 3, 2, 1 og svo aftur upp. Nú réttum við úr fremri fæti og förum inn í stórar þríðning. Þá höllum við okkur fram frá mjöðum og svo niður. 3, 2, 1, aftur upp, inn í stríðsmann 2. Báðar hendur koma fram og hátt upp, þrýstu herðablöðunum saman. Komdu svo niður á lófana, inn í hundinn, lækkaðu niður í planka. Byrjum á að gera einföldu vinyasa, hné niður. Bringa niður, haka niður og svo fetta upp. Fylltu lungun og hundur. Eitt andvarp hér. Ég skiptum hlið. Næsta innöndun, vinstri fótur hátt upp. Stígðu fram á fráhöndun, aftari hællin í. Findu stöðuleika, sjáðu hnéð komið í stöðuna sína. Vindmylla upp, snúum upp hérna og aftur niður, vinstri lóf upp, höllum okkur aðeins fram og svo upp. Farðu eins og langt og getur 3, langur háls, 2, 1 og veltu þér fram. Annaðhvort olnbogi á hné eða inn fyrir hné, hægri höndin upp eða yfir eyrað. 3, 2, 1, aftur upp. Rétt úr fremri fæti, hallaðu þér fyrst fram og svo niður. Lóðrétt lína á milli lófa, 3, 2, 1 og aftur upp. Beygðu fremra hnéð, báðar hendur fram, báðar hendur upp og niður á lófa. Inn í hundinn, vinyasa flæði. Og hvolpateygja. Rugga mjöðmum. Góð tími fyrir vatnssopa.
ætlum síðan að gera þetta flæði aftur nema við ætlum aðeins að dýpka það. Við ætlum að nýta hitann sem við erum búin að byggja upp í mjöðmánum. Fara aðeins lengra með þetta. Þannig að við komum okkur aftur á 4 fætur þegar við erum búin að fá okkur vatnssopa. Ýttu gólfinu frá þér. Rúllaðu rófubeininu aðeins inn undir líkamann. Tærnar í. Andaðu að hérna. Fráöndun hundur. Innöndun hægri upp. Útöndun stíga fram. Aftari hællin í. Vindmylla upp. Alveg eins og áðan. Hægri lófin fram og upp. Teygðu langt. 3, 2, 1. Farðu núna eins langt inn í þessa stöðu og þú treystir þér. 3, 2, 1. Stoppaðu hér. Núna heldur vinstri hendin áfram, fram og niður alveg þangað til hún er komin í dýnuna og þá lyftur aftari hælnum frá. Ok, og kannastu þessa, vorum í þessari áðan. Nú sígum við niður á lófana. Nei, olnbogana. Og hér ætlum við að hreyfa aðeins. Og svo lyftum við hægri hendi, haltu fremri stóru tánni vel í dýnunni, taktu góðan snúning hérna og ef þú getur, sett handabakið á mjóbak og svona krækt eins og ætlar að krækja hérna efst á vinstra lærið, gerurðu það, ætlar að reyna að fá góðan snúning frá neðri olnboga í átt að hægri öxl, 3, 2, 1, svo losarðu hendina fyrir aftan bak. Hún kemur niður, við reisum okkur við. Við ætlum að setja aftari hælinn í. Gera eiginlega aftur vindmyllu upp og rétt úr báðum fótum. Nú förum við inn í þríhyrning. Teygðu þig fram eins langt þú kemst og svo niður. 3, lóðrétt lína á milli lófa. 2, 1, aftur upp. Hér tökum við smá pásu vegna þess. Nú ætlum við að fá aftari fótinn aðeins framar, við göngum svona framan, hæl í tá og látum svo tærnar á þeim fæti líka benda beint fram, alveg eins og tærnar á hægri fæti. Við ætlum að hafa hægri höndina hérna fyrir aftan bak. Vinstri höndin ætlar að koma hátt upp og passaði nú að vera ekki inn í of mikilli fettu, þú vilt rúlla rófubeinu aðeins inn undir líkamann og það er allt í lagi þó hnén séu aðeins bogin. Ok, langur háls, slakar axlir, lófinn þinn ætti að vísa að líkamannum þínum, þannig að handabaki vísa frá líkamannum. Ok, hallaðu þér fram með eins beint bak og þú getur og hallar þér fram frá mjöðum. Svo tylliru vinstri lófa einhvers staðar á hægri fótlegg. Kannski bara horfir þú niður núna allan tíman en notaðu styrkinn í neðri hendinni til að snúa aðeins upp á þig og ef að jafnvægið er gott, horfiru upp eftir hægri öxl. 3, 2, reyndu að fara alltaf dýpra og dýpra í snúningin, ekki missa iljarnar frá gólfi. Og rólega tilbaka með höfuðið. Reistu þig rólega við og losaðu hendurnar. Þá ætlum við að ganga aftari fótinn aftur og bak, aftur, alla leið. Beygja fremra hnéð og fara inn í stríðismann 1 hérna. Báðar hendur hátt upp og svo niður á lófana. Inn í hundinn. Og veldu þeir vinyasa, annarkvort úr planka eða fyrst niður á hnén og setja svo bringu, höku, fetta og svo aftur upp í hund. Gefðu þér núna smá andvarp. Kannski finnur mun á milli hliða, eðlilega. Við erum búin að gera flæðið og djúpar æfingar á annan fótinn og ekki hinn. Næst ef við öndum að, fáum við vinstri fótinn hátt upp, svo stígum við fram á fráhöndun, aftari hællin í, alveg eins og áðan, vindmylla upp,
sterk staða, förum inn í viðsnúin stríðsmann, haltu fremra hnínu bognu, langur háls, 2, 1 og svo núna velta sér fram eins og langt og þú kemst. Hægri höndin upp, haltu hérna 3, 2, 1, stopp, hægri höndin heldur áfram, teygðu hana áfram og svo niður í dýnuna, losaðu aftari hælinn frá og nú ertu komin hálfpartinn í planka, hreyfðu hérna, reynum að koma niður á olnbogana og halda áfram að hreyfa. Núna ætti hægri olnboginn að vera svona í línu við vinstri yl. Ok, haltu stóru tanni á vinstri yl, vel í gólfi, gott að hafa lófan hérna í. Vinstri höndin kemur í átt á lofti og kannski ef þú getur skrúar hana fyrir aftan bak og reynir að krækja efst á hægra lærið. Þrýstu vel út í aftari hælinn, horfðu upp eftir öxlinni, 3, langur háls, 2, anda, alltaf nota útjæð ef þú getur. Aðeins lengur. Þetta svo gott. Svo losar hendina fyrir aftan, lófan kemur niður, við rísum upp, setur aftari hælinn í og vindmyllum okkur aftur tilbaka. Nú réttum við báðum fótum, förum inn í stóra þríhyrninginn og hallar þér fram. Brak eðlilegt. Og svo niður. Horfðu upp eftir hendinni, 3, 2, 1. Aftur upp. Slaka á höndum. Trítla fram með aftari fætinum. Alveg þangað til út komið nógu nálægt, svona cirka meter, þetta svona 80 cm til meter á milli. Sem svona það bil skreflengd eða rúmlega. Minnka fettu, vinstri höndin fyrir aftan bak, hægri höndin hátt upp, fráhöndin hallar sér fram með beint bak. Alveg þangað til þú kemst ekki lengra með beina bakið. Þá tyllir hendinni einhvers staðar á vinstri fótlegg, horfðu niður svo lengi sem þú þarft. Ef þú getur, byrjaðu þá að horfa út til vinstri. Snúðu svo upp á þig til vinstri. 3, horfðu upp eftir öxlinni ef þú getur. 2, 1 og svo horfur niður og þú ætlar að hjálpa þér upp í standandi stöðu aftur, beygðu fremra hnið, losa hendur, þessi erfið og svo trítla aftur á bak, aftur með aftari fætinum, beygja fremra hnið, báðar hendur fram og upp, stríðsmaður 1 og niður á lófa, inn í hundinn, velja sér vinyasa, jafnvel niður á hnén, bringa haka, til dæmis ef axlirnar eru viðkvæmar hafa gott að fara í þessa. Og þá það hvolpateygjan, rugga, góð tími fyrir vatnssopa, við erum á góðu millitíma hér. Mjög gott. Ok. Ég gleymdi einu. Þau ætlum að fara aftur upp í hundinn. Við ætlum ekkert að taka svona langa pásu. Já, það verður að hafa það. Einu sinni enn hundur, ég lofa, mjög stutt. Hundur, við lyftum hérna fæti eins hátt og við getum. Ýttu gólfinu frá þér og svo dregur hnéð fram á milli lófana inn í dúfuna. Aftari fóturinn aftar, réttu úr þér og svo hallar þér yfir. Fyrst nafli, svo bringa, svo enni og það mjög gott að búa til svona stóð fyrir höfuðið með höndunum. Jafnvel bara, ef þú kemst neðar þá ferðu neðar. Farðu eins langt inn í stöðuna og þú treystir þér. Andvarpaðu, slakaðu á hálsi, herðum og öxlum. Getur verið gott að rugga sér hérna til hliðana. Þá dreifum við svona teyginni á stærra svæði.
Ok, við ætlum ekki að eiga afmæli hérna, þannig að við skulum setja lófana undir axlir og við ætlum að fetta hrygginn upp. Þannig að við byrjum bara að kíkja fram með höfðinu og svo fettum við hrygginn lið fyrir lið, upp, fingurgómarnir í gólfinu og við ætlum að ganga fingurgómana hérna aftur og bak með hliðunum eins langt og við komumst. Gangtu líka aftar að hnéð aftar og ef þú getur losað hendurna frá gólfi spennur greipar fyrir aftan bak, opnar hérna bringuna ennþá betur. Ef hún því ekki, heldur fingrunum áfram hérna í gólfi og kristir herðablöðin saman. 3, 2, langur háls, getur jafnvel teikna regnboga hérna eins og áðan. 2 og 1 og losa lófar í. Komdu inn í hundinn og við ætlum að labba á staðnum. Gera okkur besta til að losa úr okkur, hrista úr okkur þessa æfingu. Svo gerum við alveg eins hina hliðina, ýttu lófunum vel í dýnuna, lyftu vinstri fæti hátt og fáðu hnéð inn í dúfuna, aftar að hnéð aðeins aftar, anda að sér rétt úr sér og svo nafli niður bringa og svo enni, andvarpa og dæsa. Farðu eins djúpt inn í stöðuna og þú getur. Ef aftar hnéð kemst aftar, þá færir það. Slakaðu á höfði, herðum, andaðu djúpt inn í kviðinn. Svo færir hendurnar undir axlir. Fettaðu bara hálsinn fyrst og svo hryggjaliði fyrir hryggjaliði. Komdu upp á fingurgómana, farðu aftar að hnéð aftar. Gangtu fingurgómana eins langt aftur og bak með hliðunum og þú getur. Annaðhvort helduru fingurunum þar eða þá þú spennir greipar. Og við ætlum að halda hérna 5, 4, 3, langur háls, 2 og 1. Hendur niður. Sestu núna á rassinn, vippaðu aftari fætinum fram, þannig að fæturnir eru komnir úr prísundinni. Skulum aðeins hrista. Mjög gott. Vatnssopi. Þá ætlum við að koma okkur niður í liggjandi stöðu og vera hérna fyrst í sitjandi, nokkurn veginn á miðjunni. Gott að hafa fætur í gólfi. Ef þú ert til í aðeins erfiðara, þá lyftur þeim frá, en þú verður fyrst að vera búin að virkja kviðinn. Þannig ekki vera of mikilli fettu, ekki heldur of mikilli krippu. Þannig að þú togar naflann inn og lengir hrygginn, hallar þig svo aftur á bak og svo reynir að stýra þér. Og nú gerum við smá kripp á bak vegna þess að við viljum stýra okkur hryggjalið fyrir hryggjalið niður. Langur háls, slakar axlir. Nota útjæ. Farðu eins hægt og þú getur, notaðu þrjóskuna þína. Markmiðið að hælar, hendur og hnakki komi niður á sama tíma. Og þegar þú lendir, skaltu algjörlega gefa eftir, slaka á og andvarpa. Mjög gott. Tókaðu núna bæði hnén að bringu, ruggaðu aðeins. Og það getur verið svo misjafnt hvað við þurfum hér. Stundum finnst mér langbest bara einmitt svona að hafa hnén þétt saman og rugga í litla hringi. Aðra daga finnst mér betra að hafa meira bil á milli og ruggi stærri. Það þarf eiginlega bara svona aðeins að finna hjá sér. En núna þegar við erum mestu búin að losa spennuna í mjóbakinu, setjum við vinstri ylina hérna í og hægri ökklan ofan á lærið, rétt fyrir ofan hnéð. Svo lyftum við vinstri fætinu frá og reynum að grípa hérna undir, við köllum þetta æfinguna að þræða nálina. Togum hérna að okkur hnéð og í raun og veru báða fætur. Þannig að við erum aftur komin inn í teygju sem er eins og dúfan. Nema núna er bara þyngdaraflið að virka öðruvísi á okkur. Þannig að reyndu að liggja vel í gólfinu,
þrýsta hökun inn að hrygghafi, reyndu að hafa hnakkan eins neðarlega og þú kemst og reyndu bara að gefa eftir inn í svæðið hér. Gæti jafnvel hjálpa til að hafa hægri olnbogann á læri eða svona hné og þrýsta því frá að því að hnéð á það til að leita í áttina að líkamanum. Svo bara anda djúpt, sem mér finnst betra að hafa fótinn alveg beinan. Getur stundum verið gott. 3, 2, 1, við losum. Ágætt að breikka aðeins bil á milli fóta, leyfa iljónum að færast út fyrir dýnuna og leyfa svo öðru hnénu í einu að síga inn að miðju. Bara aðeins að liðka betur svæðið áður en við gerum hina hliðina. Eflaust finnur einhvern mun á milli hliða, það er eðlilegt. Ok, fætur aftur saman. Nú er það hægri ilinn í og vinstri ökklinn ofan á lærið, rétt fyrir ofan hnéð. Við þræðum nálina, grípum hérna í og ef þið finnst betra að hafa fótinn beinan þá gerirðu það og togar að þér hérna. Passaðu bara að reyna að slaka á öxlum, reyndu að hafa öndunina mjúka, getur jafnvel nota vinstri olnbogann til að pressa hnénu frá, en við reynum að hafa þetta ekkert of flókið. Passaðu að ofspenna ekki axlir. 3, 2 og 1. Losaðu. Fóturinn kemur niður, þú losar fótinn ofan af. Iljarnar aftur út fyrir og svo lætur hnén dingla inn að miðju, annað í einu. Mjög gott. Við erum á góðum tíma. Við erum að fá iljar saman núna og fáum hnén til að detta út til hliðana. Getur leyft hnjánum að dúa og upp og niður frá gólfi. Slakar axlir. Svo stoppum við dúið. Fínt að hafa hendurnar á innanverðum lærum eða á svæðinu við mjöðum eða á kvið, bara það sem þér finnst best. Þessi æfing er þannig og virkar ekkert eins og hún sé að gera mikið fyrir okkur. En reyndu bara að slaka á, hún er að opna viðkvæmt svæðið í kringum mjöðum, alveg inn í nára og innanverð læri. Og nú losum við stöðuna og við skulum aftur toga hnén að bringu. Svo ætlum við að fara inn í hryggvindu, setjum iljar hérna í gólf og krossa hægri yfir vinstri. Setjum vinstri lófann ofan á það hné og svo læturðu hnéð síga til vinstri með fæturnar svona krekta saman. Förum við aðeins dýpra einhvern veginn inn í hryggvinduna. Teygðu hægri höndina og ská upp, horfðu á eftir lófanum, andaðu djúpt að og frá nokkrum sinnum. Og ef það er einhvers staðar óþægindi inn í stöðunni þá smokrarðu þér til, þangað til óþægindin eru farin. Stundum þarf að beygja hendina eða færa hann eitthvað til, hreyfa mjaðmir. Aðalatriðið er hér að þú náir að slaka á og gefa vel eftir inn í stöðuna. Slakaðu líka á andlitinu. Eitt andvarp í viðbót. Og svo losarðu krókinn og færir fætur inn í miðju aftur. Og áður en þú gerir hina hliðina, togaðu þá hnén upp að bringu. Það er bara svolítið svona ýkt hryggvinda. Ok,
Þegar þú ert búin að rugga nóg, gerur hina hliðina. Krossar vinstri yfir hægri. Hægri hendin kemur ofan á vinstra hnéð. Svo gengur meðmyndar aðeins undir þig, svona rúllar þér yfir á hægri hliðina. Með hnén svona krækt og vinstri höndin í átt að gólfinu hinum megin. Og lagaði frekar einu sinni of oft heldur en að halda einhverju óþarfri spennu í líkamanum. Andaðu djúpt og reyndu að gefa eftir. Slaka á andlitinu. Svo losar krókinn á fótunum, kemur þér yfir tilbaka á bakið og dragðu einu sinni hnén upp að bringu og ruggaðu. Og þá ætlum við að fara að undirbúa okkur fyrir slökun. Þannig að losaðu hérna eins vel og þú þarft. Og klæddu þig í ef þú vilt ekki láta þig kólna of mikið. Líkaminn kólnar alltaf aðeins í slökun. Við ætlum ekki að taka mjög langa en nógu langa samt. Ég mæli með því að liggja bara á gólfinu. Ef það er spenna í mjóbakinu þá getur verið betra að beygja hnén. Getur haft iljarnar saman. Eða það sé iljar í dýnunni og hnén saman eða iljar saman og hnén í sundur. Stundum er meira sér nóg að beygja bara annað hnéð. Þú verður að finna það sem hentar þér. Ef þú ert með beina fætur og leyfir stóru tánum detta út til hliðana. Ég mæli með að rúlla rófubeinu aðeins frá restina af hryggnum. Hakan inn á hrygg, breikka bil á milli herðablaða. Lóarnir vísa upp og liggja aðeins út frá líkamanum. Andaðu núna djúpt að og frá og reyndu að gefa eftir og losaðu við alla ónauðsynlega spennu. Settu núna alla þína athygli niður í tær. Slakaðu vel á öllum tánum. Findu hvernig stóru tærnar detta út til hliðana. Slakaðu á henni í ökkla og upp eftir kálfum og sköflungum. Taktu eftir tilfinningunni á þessum svæðum. Slakaðu á henni í hnén og findu hvernig stóru, sterku lærvöðvarnir gefa alveg eftir. Slökunin færist inn í mjaðmagrind og djúpt inn í kvið. Slökunin færist inn í mjóbak og upp eftir hryggsúlunni finnurðu hvernig vöðvarnir slakna og samlagast alveg dýnunni. Hálsinn er langur og slakur, axlirnar síga niður frá eyrum, þú slakar á alveg niður í handleggi og þú gætir jafnvel prófað að velta höfðinu varlega einu sinni tvisvar út á aðra hvora eða út á hliðarnar, að rúlla. Og svo stoppar í þægilegri stöðu á hnakka. Slakaðu á andlitinu, þú finnur að ennið verður spegilslétt og slakt. Augun lokast algjörlega hreyfingarlaus og þú slakar á kinnum og kjálka. Og nú er líkaminn orðinn eins slakur og hann getur orðið í þessari stöðu. Og ég ætla að telja núna aftur á bak frá 10 og með hverri niðurtalningu slaka þú enn betur á öllum vöðvum og öllum sinum og þú sleppir taki á allri spennu og þreytu og þú einfaldlega leyfir líkamanum að sökkva inn í djúpa og friðsæla slökun. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 og 1. Og núna hægt og rólega skaltu byrja að vekja líkamann aftur. Hreyfðu tær og fingur, dýpkaðu öndun. Hreyfðu svo ökkla og úlnliði og smám saman stækkaðu hreyfingarnar fyrir hendur. Teygðu úr þér, leyfðu þér að geispa. Mjög gott að ganga axlirnar upp og mjaðmina niður á móti og svo togar hnén að bringu. Gefið þið tækifæri að mýkja mjóbaki aftur eftir slökunina. Svo þegar við komum upp í sitjandi er mjög gott fyrir hrygginn að koma fyrst yfir á hliðina og svo þaðan upp í sitjandi stöðu. Og hér ætlum við að sitja í smá stund. Þú ætlar að taka stöðuna á líkamanum þínum og finna áhrifin af því sem þú varst að gera. Taktu eftir tilfinningunni á svæðunum sem voru angraði mest áðan. Og saman skulum við reyna að taka með okkur hérna þessa góðu tilfinningu sem við erum búin að vera að byggja upp saman. Næst þegar við öndum að, teyfa handleggina út til hliðana og hátt upp. Fylltu alveg lungun, settu lófana saman og frá undan koma hendurnar niður í bænastöðu. Gerum aftur djúpt að. Og frá. Og einu sinni enn. Teygðu þig hátt eins og þú sért að sækja eitthvað og taktu það með þér. Takk fyrir samveruna. Namaste.